Harry Eddon var eini maðurinn sem bjargaðist þegar breski togarinn Ross Cleveland fórst hér við land árið 1968. Segja má að Íslendingar hafi þá í fyrsta sinn kynnst alvöru fjölmiðlafári. Þessi björgun og eftirmálar hennar voru svo sannarlega með eindæmum. Harry Eddon var 27 ára og fyrsti stýrimaður á togaranum Ross Cleveland. Hann komst í björgunarbát ásamt 2 félögum sínum. Þegar bátinn bar að landi 10 klukkustundum síðar voru félagar hans báðir látnir. Alls fórust 18 manns með skipinu og var Eddon sá eini sem komst til lífs af. Hér vélbáturinn Svanur að koma með Eddon mikið þrekaðan til Ísafjarðar. Mér minnir að Hannes Hafstein hjá Slysavarnafélaginu, sem þar var lengi, hafi hringt til okkar og sagt frá því að einn maður hefði komist lífs af þessum togara. Og hann héti Harry Eddon. Þá vildi svo til að í öðrum síma bara við hliðin á mér á skrifborðinu var kunningi minn hjá ITN fréttastofunni bresku og ég gat sagt honum þetta heila bara alveg leið og það þýddi það náttúrulega að þeir sendu sjónvarpslið heim til eiginkonu Harry Eddons og voru þar þegar að henni voru sögð þessi gleði tíðindi. Þannig að þessi frétt, þetta var auðvitað mikil frétt hér og þetta var mikla mannskaða veður sem var þarna en þetta var líka stórfrétt í Bretlandi. Breskar fréttastofur lögðu mikið upp úr því að fá fréttir frá Íslandi af sjóslysinu. Fjöldi breskra blaðamanna kom með gullfaxa til Keflavíkurflugvallar en einnig leigðu þeir flugvél til að komast til landsins. Breska blaðið The Sun hafði boðið Rítu Eddon og 5 ættingjum hennar til Íslands og hún hafði selt blaðinu birtingarétt af frásögn sinni. Þegar frú Eddon kom til landsins kom til stympinga milli blaðamanna The Sun og breskra og íslenskra blaðamanna en blaðamanna The Sun bóluðu öllum frá henni sem þeir gátu. Þegar hún kom að þá voru í fylgd með henni svona eins konar lífverðir, svona menn miklir sig og gildir og stórir og ég man að Brian Holt, vinn minn í breska sendiráðinu, honum oppaði þetta gjörsamlega og ég man alltaf hvaða orð hann notaði þá. Hann notaði orðið thugs sem á íslensku þýðir bara fantar eða óþokkar eða bóvar eða eitthvað í þá áttina Og þegar hún kemur inn í gömlu flugstöðina, þá voru nánast slagsmál. En það var aðeins forleikurinn að því sem koma skildi. Því næsta dag ruddust útsendarar The Sun inn á sjúkrahúsið á Ísafirði, þar sem Úlfur Gunnarsson læknir reyndi að hindra inngöngu þeirra. Til marks það hvað breska ITN sjónvarpið hafði mikið við og þá sendu þeir hingað kvikmyndatökumann og hljóðtökumann og fréttamann í ekki neinni smá vél heldur í stórri farþegaþotu Trident sem ég held að við tekið 120-130 manns og sem sagt að þeir spöruðu ekkert vegna þess að þetta var mikil frétt ekki bara á Íslandi heldur í Bretlandi ekki síður.